að tökum þið geti komið þessu á mig hérna, skamlaust. Takk kærlega fyrir fundarstjóri og aðri góði gestir. Þann 3. mars, núna á sunnudaginn, einmitt alþjóðadagur heyrnar og markmið dagsins að vekja fólk til umhugsunar heyrnarleysi og heyrnartap meðal almennings og hvernig við getum stuðlað að góðri heyrn eða komið í veg fyrir ótímabært heyrnartap. Í þessu skyni þarf hver og einn að íhuga eða huga því hvort eitthvað í lífstíl sínum eða venjum auki líkur á heyrnartapi en ekki síður hvernig við getum hugað að hljóðvist í umhverfinu, hvort það á heimili, skólum, vinnustað, heilsurækt eða öðrum almennum rýmum. Með málþinginu hér í dag sérstaklega hugað að hljóðvist í umhverfi barna og hvernig við getum aukið meðvitund barna og ungmenna hvað kunni að auka líkur á heyrnartapi. Embætti umboðsmanns barna hefur nokkurt skeið haft í huga að veita þessu málefni lið. Ólafur Hjálmarsson, sem hér verkfræðingur, hafði samband við mig fyrir nokkrum árum síðan til að ræða sérstaklega hljóðvist í umhverfi barna og í skólum á öllum skólastigum. Taldi hann að mun betur þyrfti að gera bæði í rannsóknum á stöðunni, mælingum, eftirfylgni og úrbótum. Hann hefur fylgt erindinu eftir með reglubundnum hætti og það því mjög ánægjulegt að hafa loksins svarað ákalli hans að huga alvarlega að þessum málum. Góð hljóðvist í umhverfi barna skiptir ákaflega miklu máli. Ekki aðeins vegna þess að slæm hljóðvist getur skaðað heyrnina, sem auðvitað mjög alvarlegt mál og verður rætt hér á eftir, heldur einnig vegna þess að slæm hljóðvist og hávaði hefur neikvæð áhrif á andlega og félagslega líðan barna. Hún hefur víðtæk áhrif á skólakerfið, dregur úr gæðum náms, truflar einbeitingu, veldur líkamlegri vanlíðan og getur verið félagslega einangrandi. Við ólík og misviðkvæm fyrir hávaða og mislíkleg til að verða fyrir heyrnarskerðingu. Þannig hópur barna sem þolir hávaða illa og það veldur enn meiri vanlíðan hjá þeim hópi en öðrum. Á tímum COVID safnaði umboðsmaður barna frásögum úr lífi barna á tímum sóttvarnaaðgerða. Markmiðið var að sjá hvernig þau tækist á við breyttan veruleika. Eitt af því sem kom mjög skýrt fram í frásögum barnanna var að voru jákvæðar afleiðingar sóttvarna sem var minni hávaði í umhverfi þeirra. Án þess að þau voru sérstaklega spurð þessi atriði, nefndu ófá börn hve gott var að koma í skólann þegar færri börn voru á staðnum og minni hávaði. Þetta segir okkur að hljóðvistin sem þau búa alla jafna við í skólanum ekki nægilega góð og jafnvel oft bágborin. Við heyrum líka frá kennurum og við þekkjum það sjálf sem komum í heimsóknir í skóla að hávaði í opnum rýmum eða matsal getur verið mjög truflandi. Nú stendur yfir mikil endurnýjun á skólahúsnæði vegna myglu. Huga þarf sérstaklega að hljóðvist í skólahúsnæði við þessar endurbætur, enda í flestum tilfellum ekki kostnaðarsamar aðgerðir. Þetta varðar andlega, líkamlega og félagslega líðan nemanda og annars starfsfólks. Ég hef sjálf reynslu af heyrnartapi. Ekki aðeins aldurstengdu heyrnartapi heldur því að missa svo að segja heyrn á öðru eyra vegna æxlis í höfði. Samfara þessu hef ég upplifað mikið óþol gagnvart hávaða. Því það ekki endilega svo að þeir sem heyri illa þoli betur hávaða, þvert á móti. Ég hef líka orðið betur meðvituð það að vera ekki hávaða ef ég get komist hjá því. En hávaði í umhverfinu gerir líka þeim sem glíma við heyrnartap erfiðara að heyra mælt mál sem veldur því að fólk forðast slíkar aðstæður og það stuðlar að einangrun. Heyrn ótrúlega viðkvæmt skynfæri og lítið hægt að gera þegar hún tapast. Og því bara mjög mikilvægt að við hlúum að heyrninni og við erum meðvituð hvernig við getum skapað nærandi umhverfi. Embættið birti nýverið tölur eða bara í þessari viku bið eftir margvíslegri þjónustu. Í fyrsta skipti birtum við tölur frá heyrnar- og talmeinastöðinni. Og það eiginlega skrítið að við skulum ekki hafa gert það alveg frá byrjun, en sem við mjög ánægð með að þeir eru komin í lið með okkur. En þar bíða yfir 700 börn eftir þjónustu þeirra,
flest eftir heyrnarmælingu. Þessi börn þurfa að bíða yfir 7 mánuði og af þessum börnum yfir 100 undir 4 ára aldri. Þessi bið algjörlega óásættanleg og ljóst að meðan þessi börn að bíða fara þau á mis við mikilvægan þroska. Ef við meinum eitthvað með snemmtækri íhlutun verðum við að eyða þessari bið sem allra fyrst. Það kominn tími til að við hlustum af alvöru og bætum nauðsynlega þjónustu við börn. Takk kærlega.